strandrauðviður. Mér langar bara að taka sér lykt. Strandrauður, Sequoia sempervirens, er hæsta tré veraldar. Það hæsta 116 metrar. Heimkynni hans eru á fremur litlu svæði nálægt ströndinni í norðanverðri Kaliforníu. Eins og önnur risatré var strandrauðviður mikið höggvinn á fyrri hluta 20. aldar og því finnast lundir gamalla trjáa nú aðeins á fáum stöðum sem allir eru friðaðir. Það er bara ekki hægt að lýsa því með orðum að vera hérna. Upplifunin er svo mikil að manni líður eins og algjörlega litlum sakleysum ormi. Svo ég tala ekki angan og ilminn sem er hérna í loftinu. Rakastig og hiti, sólargeislar gæjast í gegnum trén. Þetta er bara ekki hægt að lýsa þessu, sko. Ólíkt frænku hans risafuru, sem er háfjallatré, má fullyrða að strandrauðviður muni ekki ná þroska á Íslandi. Loftslagið þar sem hann vex er nánast miðjarðarhafsloftslag og hann fær kynbil aldrei á sig frost. Þetta er ekki hægt að fara en að vera bara klukkutíma. Þessi tré eru svo stórkostleg. Ég hef aldrei séð, jú ég hef séð þetta eins og áður en þetta er svona sér maður bara í þessum heimi, sko. Þetta er ekki til. Ég veit ekki hvað er að gerast hérna. Ekki einu sinni risaeðlurnar hefðu sko verið stóra í samanburði við þetta. Þetta er alveg ótrúlegur staður. Við erum hér í Jedediah Smith, fylkisgarðinum í Kaliforníu og í Stout Grove sem að er flottasti staðurinn hér að sögn. Og þetta er bara flottasti staður í heimi, sko. Þetta er bara flottasti staður í heimi. Það er bara ekkert annað. Það er alveg ótrúlegt. Maður gerir ekki annað en að góna upp í lofti. Maður er búinn að snúa baseballhúfunni við svo maður ekki séð upp. Sko þvílíkt. Baseballhúfan, já. Já, ég tek það. Sko, til þess að koma í veg fyrir hálsríg þá þarf maður að snúa baseballhúfunni við, sko. Þegar íslenskt skógræktarfólk skoðaði Rauðviðarskóga 3. október 2013 var 20 stiga hiti. Þessi skógur er alltaf þéttur. Ég er þetta grísja. Það er sko 1, 2, 3, 4, 5 metrar milli svona trjánna miðað við miðjuna, sko. Það vísu milli trjánna ekki miðað við miðjuna er kannski 1, 2. Það er alltaf þétt. Það þarf að grísa þetta. Þetta er 100 metra hátt tré og það bara get ekki staðið svona. Það er ekki hægt, þetta get ekki staðið svona. Ég tók eitthvað. Það er bara sem verður að veins. Allt skógræktarfólk ætti einhvern tímann á lífsleiðinni að gera sér ferð á svæðið og upplifa þessa risa. Því myndin á engan veginn að fanga tignarleikann og tilfinninguna sem maður fær við að ganga í svona skóga.